Á undanþættinum ætlar Ómar að spjalla stuttlega við Þuríði Skeggjadóttur, bónda og húsmóður á Geitagerði í Fljótsdal, en Þuríður í lifi héraðsbúa. Á leiðinni frá Reykjavík til Egilsstaða þá ekki hægt að stilla sig að koma aðeins við í Fljótsdal. Allir kannast við Hallómsstað, raunar hann ekki eins fallegur kannski í svona vetralagi eins og að sumarlagi. Þó þetta skemmtileg fegurð hér. Nú Lagarfljótið ísi lagt og maður sér næstu því álfana dansa á svellinu. Hér beint á móti Hallómsstað bærinn Geitagerði og þar búa hjónin Þuríður Skeggjadóttir og Guttormur Þormar. Guttormur nú reyndar á búnaðarþingi núna en Þuríður heima, væntanlega að undirbúa sig undir þáttinn hvað heldurðu því að hún í þessu sérkennilega liði héraðsbúa þar sem 2 konur og 1 karlmaður. Og þetta reisulegt bú hér, myndarbú að Geitagerði, mjög fallegur og gróskumikill skógur við bæinn, fallegar byggingar, vel við haldið, í hlaði gamall villisjeppi, en þá með sömu ummerkjum og í sama fjörinu og 1946 þegar hann kom hingað fyrst. Þuríður nú reyndar upprunnin af Ströndum og hefur átt heima á Ísafirði, svo það eiginlega alveg sama hvernig þetta fer í kvöld, að Ísfirðingar eiga sitt í sigrinum hvorum megin sem hann lendir. En hún var stúdent menntaskólanum 1950 og þegar við göngum til stofu þá ýmislegt skemmtilegt að sjá. Strax það að þegar okkur boðið kaffi en þeir sem ekki vilja kaffi fá te, að þá þetta heima tilbúið te, fíblablaða te. Ég held að það séum ekki mikið nota hérlendis en Danir nota þetta, þekkja þetta sko. Verður þetta þar? Já, verður þetta þar. Og gerur þetta þá fíblum úr eigin túni? Já, fíblum úr eigin túni. Og hvernig þetta búið til? Það bara tínt svona helst í gróandanum. Já. Og blöðin eru þurrkuð, ekki mikið hýtt, ekki inn í ofni þannig, heldur þurrkuð svona breiðið á lag, eitthvað slíkt. Og þangað til að vera málþurr og svo það mulið niður. Hvar kynntist þú manniðin? Ég náði endan á kaupakona árunum og bráði mér hingað austur og fór í kaupavinnu. Já. Og fór nú fyrst og fremst vegna þess að Pálmi heitinn Hannesson, hann fannst við svo óskaplega fákunnandi í landafræði og við settumst niður og fórum á stúdíu kortið og fannst þetta mjög gyrnilegu blettur. Við fórum 2 og lentum á næsta bæ og svo fór þetta bara eins og það fór. Já, ég tel mig nú orðin Austfirðing sko því að þetta orðið svo langur tími, þetta allir ekki 2/3 hlutar af ævinni. Já. Og ólstu það upp í sveit? Já, það var rétt utan Vísafjörð, inn í dal þar. Já. Svoleiðis að það hefur ekkert verið til fjarri að þó að færi austur að búa fjarri suðvesturhorninu? Nei, alls ekki. Mér finnst einmannalegt í Reykjavík. Finnst þér einmannalegt í Reykjavík? Og fannst þér það þá meðan þú varst í skóla þar? Nei, þá var maður ungur og hraustur sko. Já. Nú blasir við Hallómsstaður og þetta ákaflega fagurt og gróðurselt á sumrinu, það ekki? Jú, það afskaplega falt hérna. Ég held að það finnist nú eiginlega flestum sko. Og ertu þá áhuga manneskja skógrækt og slíkt? Það nú aðalega bóndinn sem það. Já. Hann, þegar var farið í bændaskóginn svo kallaða sem hér fyrir innan, þá var ég nú mjög vantrúður sko, staurar, þetta var aldrei staurar. Markmiðið var þá að rækta gyðingastaurar sko. Já. Það þarf kannski ekki að gera neitt lengur, ég veit það ekki. En þó að vera aldrei neitt staur sko, þá þetta mikið augna indi og bara eins og paradís að koma í þessa staði. Jæja Þórður, ég óska ykkur góðs gengis í kvöld. Ég veit að það sama hvernig fer. Ykkar lið hefur vakið athygli og verið hér til sóma. Takk að þér fyrir.
Gott kvöld og velkomin í Valaskjál, bæði uppi og niðri og undir borðum jafnvel. Hér keppni útvarðarmeistaratitilinn, það síðasta keppnin í annarri umferð þáttarins Hvað heldurðu? Og við búum til úr þessu sérstaka keppni útvarðarmeistaratitil, það á milli Ísfirðinga og héraðsbúa. Og við byrjum strax á því að heyra fyrst nöfn og heimilisföng heimamann, nei, við byrjum alltaf á gestunum. Björn Teitsson, skólameistari á Ísafirði. Gestur Kristinsson, umsjónarmaður á Suðureyri. Kristinn Gunnarsson, skrifstofumaður Bolungarvík. Þið eru nú sennilega það lið sem hefur komið lengst að í þessari keppninu. Hvernig hefur þetta nú gengið? Þetta leit nú ekki vel út í fyrradag, Björn. Þú hélst þegar þú talaði við mig í fyrradag að þetta nokkurn veginn ófært, bæði í gær og í dag, vegna stórhríðar. En spáin rættist nú ekki og það nú eins og sagt með veðurfræðingana að þeir spá ekki alltaf rétt. Og ég vil minna það sem sagt var í minnisviti í gamla daga að það ekki heldur hægt að treysta því að veðrið verði öfugt við það sem spáð en við sem sagt komumst til Reykjavíkur seinnipartinn í gær og hingað vestur í morgun. Gestur, þú var nú kannski erfiðast að segja, hefðu þið ekki þurft að nota snjóbíl ef í það hefði ferðið? Jú, ég hef þetta að nota snjóbíl, en það hefur nýjan og góða snjóbíl, 15 manna snjóbíl bara, trillið tæki. Er það já? Svo það var ekki baka Austurríka, eiga þeir svona flotta snjóbíl? Já, allir þeirra sig ekki voru betri, hann með lóran, okkar það ekki ennþá að minnsta kosti. Þeir þurfið ekki, þeir bara farið eftir handabækinu? Já, nei, ég þurfti jeppa yfir heiði til að komast á Þú þurfti jeppa? Já, þetta lífið. Já, það víst svona. Jæja, og heimamenn? Þuríður Skeggjadóttir, bóndi og húsmóðir í Geitagerði. Guðrún Alsteinsdóttir, ráðskona Mötuneytis Menntaskólans. Einar Rafn Haraldsson er spítalahaldari á Egilsstöðum. Dómari hér Baldur Hermansson og stigavörður Heiður Ósk Helgadóttir. Og hér hefum við Hagyrðinga mætta af landshornum tveimur og það gesturinn fyrst. Guðmundur Ingi Kristjánsson, hinn fyrsti með því nafni. Og Hákon Aðarsteinsson, Egilsstaðir. Hafið þið eitthvað andans fóður handa okkur svona í byrjun? Já, við hefum það auðvitað. Já. Svona reyndir menn. Já. Það byrjar aðeins áður komið hérna á staðinn. Já. Það vakti hjá okkur ugg. Já. Í Reykjavík hefur komum út á flugvöllin að sjá útvarpsstjórann slást í hópinn. Já, útvarpsstjóri Markus Örn. Já, Markus Örn Andórsson. Já. Af því að nú tala svo mikið siðareglur og ábyrgð í þjóðfélaginu og endurskoðun og allt þetta. Já, hryllingur hugan fer, hver á að borga syndagjöld, útvarpsstjórinn ætlar sér eftirliti hér í kvöld. Og við vorum alltaf undir smásjá, þegar að komið var hingað og við fengum á borða í friði, mikið og góðan mat. En svo var það, engri værðir hér að rósa, hér þungi dags, okkur tekur Inga Rósa í yfirheyrslu strax. Já, við vorum þar með yfirheyslunni og nokkrir hluti af nefndinni hérna og keppendunum að austan líka. Já. En þegar það var búið, þá fór Guðrún hérna svarandi með Björn frá okkur. Já. Það var upprættir uggur og alltaf uggur meiri og það kemur Ydda ferum okkar vörn, Ísfirðingar falla á knía, Guðrún fór á burt með Björn, Björnin held ég unnin sé. Já.
Það ekkert annað, þið bara eru jafn harðan það sem gerist. Fór nú að skoða þá þegar ég kom hér og þegar ég var búinn að verða á 5 dala stund, þá datt mér þetta nú í hug. Já. Af þeim merlar mammítið, mikil úðlaug festan, ekki gott að glíma við galdramenn vestan. Og önnur hérna sem að þegar ég fór að hugsa það að þeir voru nú eiginlega fallnir út, Vestfirðingar, á sínum tíma, Okkar lið með sóma sönnum, sigur vann á Fjarðamönnum, en nú þarf kraft og kyngislinga að kveða niður uppvakninga. Já, hérna. Galdramenn og uppvakningar, en eru þið kannski með fyrri parta handa hvorurum? Má ég ekki minnast hennar Heiðar aðeins? Jó, að sjálfsögðu. Því var nú þarna nokkurs konar frumkvöðurlaði á Vestfjörðinu fyrsta þættinum. Já, það alveg. Þá fann ég hversu blíðlega hún fór höndum andlitið á okkur. Já. Já, það aðeins núna hérna. Það liggur ekki það. Borið hefur vel í veiði, vanginn segir frá. Mér var ljúft að hitta Heiði, hennar blíðu fá. Ég veit náttúrulega ekki hvort á að kalla það til svona, já, til náttúru skoðunar eða fleira, hvernig þetta, hvort ég getur blandað í nokkuð saman. Þegar fer að léttast leiði, ljóma fjöllin blá, oft ég stari upp á Heiði alltekin af þrá. Já, það greinilegt að þið fáið mikið út úr þessu bara, fyrir einasta augnabliki. En eru þið með fyrirpart á hvor á annan? Já, þarna ertu búin að skrifa þetta niður? Ég er búin að skrifa hérna upp á, já. Hvernig hljóðar þetta? Það er svona, Austfirðingar eigna sér orminn stóra í Lagarfljóti. Það ekkert annað. Og hér annar, hér komin langa leið ljóðskáldi frá Kirkjubóli. Já. Þið eru háflegir og nú voru að sjá hvort að botnarnir verða með sama sniði og þá komið að því að keppnin hefjist. Héraðsbúar drógu það að byrja og það eru 10 spurningar hérna, 5 sekúndur á spurningu og 3 sekúndur ef að andstæðingarnir ná að svara yfir þegar þið kannski klikkið, ég veit það ekki, það kemur í ljós. Fyrsta spurning. Í marsmánuði fyrir 3 árum fylgdust fréttamenn grannt með tvísýnum réttahöldum í Noregi. Hver var sakborningurinn? Arne Treholt. Arne Treholt, segir Þuríður, alveg rétt. Mælið svörin hátt og skýrt. 2. Undir hvaða nafni gengur talan 3,1416? Er það Pí? Pí, segir hún það rétt. Fuglinn segir pí, pí, pí. Þá kemur 3. spurningin. Ég heiti Ken og er alkohólisti, sagði frægur leikari, kunnur úr geysi vinsælum sjónvarpsmyndaflokki þegar hann kom til Íslands fyrir 5 árum. Hvað heitir þessi leikari í myndaflokknum? Fjórar. Ekki náðu því. 3 sekúndur. 1, 2. Cliff, segir hann, það ekki nóg. Nei. Cliff og Barnes var engin veginn eitt. Þá kemur þetta Cliff, já. Þá kemur 4. spurning. Á vetrarólympíuleikunum 1932 og 1936 lékt norðmaðurinn Birger Ruud mjög að sig kveða í hvaða grein? Skíðastökki. Skíðastökki, já.
Það gerist stundum ýmislegt yndislegt í listigörðunum í Reykjavík bjartar sumarnætur, en fyrir 6 árum varð grandalaus kona fyrir mjög óvæntri hremmingu undir styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli og þurfti hún mikils við að losna úr klípunni. Hver var þessi hremming? Var hún ekki gefin þar í hjónaband af ásatrúa goðanum? Jú, þetta alveg hárrétt. Þá kemur 7. spurning. 19. júlí 1966 gekk ung og fögur kona í heilagt hjónaband, löglegt í alla staði. Þótt ekki endist það til langframa, vígslan fór fram í spilavíti í Las Vegas. Brúðguminn hét Frank Sinatra, hvað hét brúðurinn? 3, 4. Var það ekki Ava Gardner? Nei, það náðist ekki. Til 3 sekúndur. 2. Það var þessi mjóa, Mia Farrow. Þá kemur 7. Hvað hét svissneski sálfræðingurinn sem meðal annars er kunnur af því að hafa skilgreint svonefndar arketýpur eða frumgerðir sálarlífsins í lauslegri þýðingu? Sigmund Freud. Það er ekki rétt. 2. Piaget. Nei, það var ekki rétt, þetta var Carl Jung. Þið eigi hvert tækifærið aðru til þess að ná yfir, en þið sleppið alltaf. Þá kemur 8. Hver er núverandi formaður fjárveitingarnefndar Alþingis? Já. 4. Ég náðist það. Sighvatur Björgvinsson. Sighvatur Björgvinsson segir þeir, það er alveg hárrétt. Þá kemur 9. spurning. Hvað hét hljómsveitarstjórnandinn heimsfrægi sem fékkst við að skemmta hermönnum bandamanna í síðari heimsstyrjöldinni, lagði af stað í lítilli flugvél árið 1944 en hvarf og hefur ekkert til hans spurst síðan? 2. 3. 4. Ekki náðist það. 3. Toscanini. Toscanini, nei, þetta var Glenn Miller. Jæja. 10. spurning. Fyrir nokkrum árum kom út bókin Stóra bomban. Hver var höfundur bókarinnar? 3. 4. Það kosti ekki. Jón Helgason. Það er rétt, það var Jón Helgason. Tíminn líður ævintýralega fljótt. Ísfirðingar, þá er komið að ykkur og nú geta héraðsbúar tekið yfir þvert landið. Þeir eru jafnkurteis hérna hinum í skoðan. Já, það er verið svo jafnkurteis, það taka bara ekki neitt. Þá kemur fyrsta spurning. Svipað leyti og Arne Treholt átt undir högg að verjast, andaðist stór höggur maður út í heimi, nánar tiltekið þjóðarleiðtogi Albaníu. Hvað hét hann? Hoxha. Hoxha, sagði hann, og það er alveg rétt. Þá kemur önnur spurning. Hvað er 1,442 í öðru veldi? 4. 1,7. Það er ekki rétt. Þið, 3 sekúndur. 3. Það er ekki 3, það voru 2. Það munar einum. Kvaðratrótin af 2 er 1,4142. Þá kemur þriðja spurning. Fyrir 5 árum bar svo til að samviska þjóðarinnar hrökk upp af vænum svefni en sofnaði reyndar ansi fljótt aftur. Undir hvaða nafni gekk samviska þjóðarinnar meðan hún vakti? Spegillinn. Spegillinn, það er alveg hárrétt. Fjórða spurning. Á vetrarólympíuleikunum 1972 lét hollendingurinn Ard Schenk mjög að sér kveða í hvaða grein? Skautahlaupi. Skautahlaupi, rétt er það, þjálfbyrni. 5. spurning. Fyrir hálfum áratug eða svo voru stofnuð mjög sérkennileg samtök. Ný sjónarmið hétu þau. Þau hefðu það markmið að safna fé til styrktar aðila sem reyndar er kunnur að allt öðru heldur en að þurfa á fjársöfnun að halda. Lægsta framlag í þessari söfnun var 13 aurar. Hver var þessi bástaddi styrkþegi? Aloysius. Aloysius, og það er alveg hárrétt. Svona kemur 7. spurning. Þeir eru hérna að ókýrast þetta uppi. Það gengur vel.
Við vitum nú allt það hvernig það hefur gengið í sveiflum hjá okkur fyrir þáttum. Fyrir réttum aldarfjórðungi gerðist þau merkilegu tíðindi að japanska dægulag þaut vinsældalistana í Evrópu og Bandaríkjunum. Kiyo Sakamoto hét söngvarinn, en hvað hét lagið? Fjóra. Hafið þið það? Var ekki Sukiyaki? Sukiyaki, alveg. Gerð var það íslensku dægulagtexti sem hét Brennivín Sukiyaki. Ég í kvenmannsrækju. Þá kemur 7. spurning. Hvað hét góðlindi austuríski munkurinn sem gerði stórkostlega uppgötvun í erfðafræði á öldinni sem leið? Mendel. Mendel, rétt það. Mendels lögmálið. Þá kemur 8. spurning. Hver núverandi formaður utanríkismálanefndar Alþingis? Eyjólfur Konráð Jónsson, sögðu þeir. Það var tvöfalt. Já, þið eru útvelli, strákar. 9. 3. febrúar 1959 var svartur dagur í sögu dægulega tónlistarinnar, því þá fórust 3 feikna vinsælir söngvarar í hörmulegu flugslysi vestri í Ameríku. Einn var sjálfur Buddy Holly, annar var Big Hopper, en hver var þessi 3? Richie Valens. Richie Valens, það alveg rétt. Og þá kemur 10. spurning. Fyrir nokkru kom út bók eftir Silju Aðalsteinsdóttur. Bókin hét Í aðalhlutverki, en hver var í aðalhlutverkinu? Inga Laxness. Inga Laxness, segja þeir, og það alveg rétt. Og ætli við fáum þá bara ekki myndspurningar áður en við gáum að stöðunni. Og það eru þá héraðsbúar sem byrja fyrst. Og við eigum að átta okkur á hvað athugavert í myndina. Við höldum á snúi öfugt. Þetta var ekki rétt, þið eigið þetta. Það vantar turninn. Það vantar turninn, það alveg rétt. Nú skulum við aðeins sjá. Þarna kemur hann. 27 metrar. Svona þetta. Og það var svo gaman að því þetta var nú á Norðurlandi að Björn Teitsson svaraði þessu með að bá hreina norðlensku, það vantar turninn. Þá kemur hinn myndspurningin. Ísfirðingar eru tilbúnir. Hvað athugavert við þessa mynd? Þetta ekki af sama sælunum báðar. Við spyrjum hvað athugavert við myndirnar á sælunum. Það var það sem við... Myndin á neðri sælunum ekki rétt. Hvað að henni? Það nefnilega það. Hún á öðrum sæli. Þetta ekki rétt, við erum nákvæmara alveg sem með turnin. Já, þið fá ekki sjá hann aftur. Nei, ég held að það eigi að vera í öðrum hornum. Nei, þetta ekki alveg rétt, ég maður að sjá þetta aftur og nú skulum við sjá hvað athugavert í seðilinn. Svo langt sem ég átt 5 skall. Skulum við aðeins athuga þetta. Það breytist hérna. Það var menntaskólinn í Reykjavík var þarna. Menntaskóli í Reykjavík var þarna neðra megin, hægra megin í horninu, en hann á alls ekkert að vera þarna. Ekkert nefnir þarna. Frekar hefði átt að vera menntaskólinn á Ísafirði. Heiðrós, hvernig þá formleg staða? Ísfirðingar eru með 15 stig en héraðsbúar með 6. Það hreistleik yfir þessu. Sama hvernig þetta sveiflast, en Hagyrðingar, hafið þið botnað fyrirpartana? Nei, það ekki búið að því. Það ekki búið að því? Nei, ertu búinn? Ég hef þetta verið að reyna það. Ég hef verið að reyna það. Þú hef að reyna það, já? Já. Hér komin langa leið, ljóðskáldir og kirkjubóli. Já. Til að heilsa hér skeið, Hagyrðingi á Bragarstóli. Já. Það má líka segja það svona. Já. Með ótreyju hann áður beið eftir þessum kjaftastóli. Já, þetta betra. Þetta eins og í bara hjónarúmi, tvöfaldur botn.
Vilt þú bíða lengur? Já, ég ætla að bíða aðeins lengur. Hann ætlar að bíða aðeins lengur. Já. Þá förum við bara í hlaupaspurningar á meðan að það er komið að því, já. Og þeir eru tilbúinir hérna, þessir myndalegu menn. Og þá kemur fyrsta hlaupaspurningin. Þið megið fara aftur, bara verðið að fara tilbaka alveg og má ekki kalla. Hvaða kaupstaður í Suðurlandskjördæmi kemst næst því að vera jafn langt frá Ísafirði og Egilsstöðum? Já. Selfoss. Nei, það er ekki rétt. Þú þá kemur hinn. Já. Við erum að spá í Vík. Það er ekki kaupstaður. Hvað segir maður? Nei, þú voru að fara að setja þetta. Þú voru að setja þetta. Þá kemur þessi. Vestmannaeyjar. Vestmannaeyjar er alveg rétt. Þetta voru hlaupin ekki kaup. Þá kemur önnur spurning, það er alltaf verið að birta tölur yfir verðlag á vörum og þjónustu á ýmsum stöðum á landinu, en það sem nú er spurt það er einmitt talsvert ódýrara á Egilsstöðum en á Ísafirði, þó eru þetta alveg eins á báðum stöðum. Nú, jæja, það sem er spurt getur ekki talist á sviði læknavísindana, en þó lét landlæknisembættið málið til sín taka. Fyrirbrigðið þetta var til að mynda kynnt í þættinum hans Hemma Gunn daginn. Já, kemur hann alveg hlaupandi. Það er ekki smokkur. Nei. Nei. Eru þeir ekki jafnir? Ég veit það ekki. Hafið þið kannað það? Það var hvoruðsinn á þessu. Þetta er dáleiðsla. Það er 20% ódýrar að láta dáleiða sig hér á Egilsstöðum heldur en á Ísafirði. Eggin eru líka 30% ódýrar hér en í Bolungarvík. Eru eggin 30% ódýrar hér en í Bolungarvík? Já. Það er ekkert annað. Það stingur upp alls konar svona frjósemistáknum eins og eggjum og fleiri. Nei, þau voru ekki kynnt í hættinum að semma, segir Baldur. Þá kemur þriðja og síðasta spurningin. Ég ætla að taka sérstaklega fram að ég verð að fá alveg hárrétt svar. Ekkert næstum því. En ef þið svar ekki rétt í fyrstinu, þá bara með ég hlaupa tilbaka aftur og aftur, eins og ég gerði áðan. Spurningin er þessi: hver er það sem er barn foreldra minna en þó hvorki bróðir minni systir? Það er ég sjálfur. Nei, það er ekki rétt. Þú verður að fara aftur í sæti. Og þú veit alveg. Á, ég hætti taka spurninguna. Ég vil gera það. Hver er það sem er barn foreldra minna en þó hvorki bróðir minn ég systir? Ómar Ragnarsson. Já, það er ég sjálfur já. Þetta var þokkalegt. Hefurðu annars eitthvað fyrir í þessu að þú sért barn foreldra minna? Nei, ég hef alltaf þessi háralega maður. Það passar ekki hérna efst, sko. Ef að fá stöðun áður en við förum í næsta lið. Já, það er greinilegt á undirtektum hér í salnum að Ísfirðingar eru ekki á heimavelli þar sem þeir eru með 17 stig en Héraðsbúar með 6. Nokkuð að fæðast hjá þér, Ágón? Nei, það var ég bara fyrst í bótt, sko. Ég verið að hafa svo töfaldan. Þú voru að hafa töfaldan líka? Það er þetta svona Austfirðingar eigna sér orminn stóra í Lagarfljóti. Fyrir löngu etinn er upp á góðu þorrablóti. Þá fáum við létt skemmtiatriði í leikhléi, það er hálfleikur. Og fáum létt skemmtiatriði héðan að austan, það er Gunnar Magnússon frá Egilsstöðum. Hann flytur fréttapistil umferðarlagabreytinguna, gjörðu svo vel. Já, það hefur verið fátt meira rætt að undanförnu en nýju umferðarlögin og eru minn sammála að þar hafi mönnum verið fært geysi mikið vald í hendur eða það að fá að aka bílum sínum með alla þessa feiknalegu orku undir vélarlífinni. Nú, en helstu breytingarnar sem í nýju umferðarlögunum felast eru þær
að nú má enginn aka óspenntur og eru eindregin tilmæli til allra að aka sem spenntastir og þetta gert til að viðhalda spennu í umferðinni. Já, og nú skulum við einnig aka á aðgrindum aðrinum á afreinar, helst alltaf á hægri akrein, en stranglega bannað að aka þeirri vinstri og hefur komið til tals að leggja hana alfari niður. Já, og þá skulu ljósin alltaf kveikt og það gert í því augnamiði að auka sölu á svokölluðum luktargvendum, en sala á þeim hefur verið með eindæmum dræm að undanförnu og satt best að segja voru kaupmenn farnir að örvænta vesalingarnir. Já, en þá er það einnig nýmæli að nú hefur verið tekin af mönnum svokallaður réttur og í staðinn hafa menn forgang. Það er að segja að ýmsir forgangshópar í þjóðfélaginu eru alltaf í rétti og þá má vera ljóst með tilkomu nýju umferðarlagana að slysum mun fjölga mjög mikið og hafa tryggingafélögin þegar stór hækkað iðgjöld sín til að tryggja afkomu sína á komandi slysa árum. En við skulum hafa það hugfast að þegar við setjumst undir stýri að aka út í umferðina undir kjörárinu farar heill til framtíðar. Takk fyrir. Fæðast nú botnar eða vísur ört? Það var einn hérna, mér líst nú ekkert á þess að stiga stöðu. Nei. Það leynist ei og létt mun vera sanna að liðið sé úr hópi galdramanna sem hingað austur hafa verið sendir. Þeir hefðu átt að vera löngu brenndir. Já, ég er hálfhræddur að konurnar að austan fari hjá sér eitthvað núna. Og það hérna, komnar eru á Ómars þing, austan konur furðuslingar, skoða þær í krók og kring, kvenmannslausir Vestfirðingar. Þið eru léttir, það er gott. Ekki veitir af því nú heldur harkan áfram í keppninni. Og þá voru það hraðspurningar seinni hálfleikur, 2 stig á spurningu núna og 3 þegar að tekið er yfir. Og nú er það Ísfirðingar sem byrja. Og þá spyrjum við fyrst, hvað er það sem sorgir heims í burtu ber þótt blæði hjartar sár? Tárið. Tárið, rétt er það hjá Birni. Önnur spurning, manns líkaminn hýsir það bil 6 milljón keilur. Hvar eru þær samankomnar? Keilur. Heilanum. Fjórar. Blóðinu. Nei, ekki það nú rétt. Þið í þetta? Taugafrumur. Nei, þetta er í auganu. Þar eru nú alla keilurnar. Og þeir sem eru með langt flestar að þeir eru bestir í bowling. Þá kemur það verður að reyna hvernig. Þriðja spurning, örskammt sunnan við Ingólfsfjall í Árnessýslu stendur hóll einn, þannig að þjóðvegurinn liggur á milli hólsins og fjallsins. Hvað heitir hóllinn? Kerlingarhóll. Kerlingarhóll er ekki rétt og þá eiga kerlingarnar svarið. Kagaðarhóll. Kagaðarhóll, það er alveg rétt. Það er Tógunarhóll. Þið horfið of mikið hérna yfir. Þá kemur fjórða spurning. Hvað hét landið Eþjópía áður en það fekk núverandi nafn? Abyssinia. Abyssinia, segir Björn. Rétt er það. Þetta er eins og þegar að koma einhverju sterkir menn í landsliðanum erlendis. Það er bara púað á það sérstaklega. Þá kemur fimmta spurning. Stefán Þórarinsson, andmaður á Möðruvöllum sem uppi var fyrir 2 öldum, fylgdist betur með lífinu í landinu, margir embættismenn nú á dögum. Meðal þess sem að lét sig varða voru fuglar nokkrir. Hann virðist hafa trúað á tilvist þessara fugla þó svo að hinn spakvitri mór hafi sagt þá að Guð hafi varla farið að skapa slíka skepnur án þess að kenna mönnunum tilgangi með þeim. Hvers konar fuglar voru þetta eiginlega? Hverafuglar. Hverafuglar, rétt er það.
Þá kemur 7. spurning, þetta baul úr Borgarfirði eystra, þar ekkert nema kýr eftir. Þá kemur 7. spurning, Sigríður hét kona Tóstadóttir og var kölluð hinn stórráða. Hún gerði mjög róttækar ráðstafanir til þess að venja smákonunga af því að koma úr öðrum löndum til að biðja sín. Hvernig fór hún að því? Já. Hún lét taka það á lífi. Hún lét taka það á lífi. Já, þetta er alveg rétt. Hún brendi 2 þeirra inni, það var nú bara ekkert annað. Jæja, héraðsbúar. Þá heldur betur að færast lífi í þetta. Hver er það sem þokar fram stórbjörgum gilinu frá sem kastast í ólgandi straumfalli stríðu? Valagilsá. Valagilsá, það var rétt. Já, þá takar heldur betur við sér hérna. Önnur spurning, þegar ástfanginn maður kallar elskuna sína hjarta sitt, þá er það ekki kannski alls kosta nákvæm lýsing, honum var nær að nota annað orð, nefnilega heitið á 2-földum poka úr bandvef sem umlykur elsku hjartað. Hvað heitir þessi poki? Gollurshús. Gollurshús! Það var alveg rétt, elsku Gollurshúsið mitt. Þá kemur 3. spurning. Á Holtavörðu heiði það bil 10 kílómetrum fyrir norðan Holtavörðu vatn er steypt varða reist í minningarskyni og hvað? Konungskomuna 1907. Við látum konungskomuna næja. Já, þetta er alveg ágætt. Það var 36 en aðalatriði var að það var konungur eða konungskonan. 4. spurning, hvað hét Thailand áður en það fekk núverandi nafn? Siam. Siam, rétt er það. 5. spurning, árið 1793 var undarlegt ástand á Möðruvöllum í Kjós. Húsfreyjan Ingibjörg Árnadóttir skantaði daglega óboðnum gesti sem löngum fylgdi bónda hennar, Korti Þorvarðarsyni, á milli bæja. Og hver var þessi óboðni gestur? Draugur. Þetta var Draugur. Draugur, það er alveg rétt. Nána gett ekki Móri. Þá kemur 7. spurning, Hákon Hlaðajarl stundaði hressilegt líferni en hreppti fremur snautlegan dauðdaga. Hvernig bar dauða hans á höndum? Karkur þrællskarn og háls. Þetta er alveg rétt. Karkur þrællskarn og háls. Þá er að líta á stöðuna. Já, nú æsist heldur leikar. Héraðsbúar eru komnir upp í 21 stig á móti Ísfirðingum sem er 25. Já. Og það má segja að hér séu mikla sviptingar. Hafið þið nokkuð að segja svo stöddu áður en farið þér í síðustu lotu? Út af þetta láti hann hafa einn aukabotn. Aukavöpa við á. Hér er barist býsna hart. Byrðir visku þróttna. Já. Það auka fyrirpartur? Já, auka fyrirpartur. Já, það er ekkert annað. Þið eru komin alveg hreint bara í hasar þarna. Já. Datt ég hérna þegar ég sá þig svífa hérna niður á vélinni. Já. Hátt í lofti svífur Ómars andi yfir jökla, dali, vötn og engi. Hann er eins og landsins forni fjandi, fái vilja hafa hann allt á lengi. Það er nú ekki hægt að kvitta fyrir mig minnst 2 bakföllum fyrir þetta. Þið eru kraftaskáld hérna fyrir austan. Þá er komið að bjölluspurningunum og nú getur allt gerst. Nú er spennan í hámarki hér í Valaskjálf svo mjög að það er hreinlega ég heyri til sitt hvorrar handar að það er komið Læraskjálf hér. Og þá kemur fyrsta spurningin. Ég fæddist árið 1931, það ég fæddist árið 1931 og er því 57 ára gamall sem ekki þykir sérlega hár aldur fyrir jafn áhrifamikinn mann á mínum slóðum.
Mikhail Gorbachev. Það rétt hjá þér, maður! Þetta var alveg hárrétt og veist 5 stig fyrir þetta. Þú varst fljótur. Veistu hvernig hann afmæli? Í mars, eitthvað 10. mars. Hann á afmæli 2. mars, þú svona nálægt líka. Ég svo aldeilis viss. Það ekkert annað. Þá kemur önnur spurning. Þetta nefnilega mest að spenna hérna, því þetta svona gífulega sviftingar sem geta verið í þessu. Ég er erlent heiti, 3 stutt orð. Samheiti margra staða þar sem útlent fólk hefur kynnst Íslandi á óbeinan hátt. 3. og síðasta orði í mér táknar göfugan málm. Fyrstu 2 orðin tákna hins vegar einfættan sjóræningja með páfagauk á öxlinni. Mig hefur oftlega borið á góma í fréttum að undanförnu vegna deilumála varðandi íslenskt sölufyrirtæki í Bandaríkjunum. Long John Silver. Það rétt! Long John Silver. Þið voru alveg með þetta. Þetta voru 2 stig að vísu, en 2 stig eru 2 stig. Og þið voru konið við puttana líka loft þarna. Það var Long John, einfætti. Þá kemur 3. spurningin. Ég var mikill sægarpur á minni tíð. Ég átti ástkonu sem hét Þórgunna og var suðureisk. Með henni átti ég soninn Þorgils, en það sumra manna skoðun að ástkona mín sé sú hinn sama Þórgunna síðar fór til Fróðár og ollir þar miklum undrum. Ég vand mér til sæmdar eitt sinn að bjarga mönnum úr hafsnauð. Bróður átti ég sér Þorsteinn og Grimlinda systur sem hét Freydís. Eitt sinn kom ég þar sem voru hveitiakrar sjálfsánir og vínviður vaxinn. Getur Þorfinnur Karlsefni? Nei, það ekki rétt. Leifur. Það verður að íta á bjölluna. Leifur. Leifur, segir hann. Heppni. Leifur Heppni, já, það alveg rétt. Það voru 2 stig, þetta verður rólega, þetta var bara 2 stig. Þá kemur 4. spurningin. Ég er íslensk á. Ég er talin 125 kílómetra löng. Og í mér friðlýst eyja sannkallaður Unaðsreitur gróðurfar og fuglalíf og það þótti gömlum mönnum vita á góðan vetur ef ég ruddi mig 3 svar miðjan vetur. Eyjan sem áður var getið heitir Hrútey og... Skjálfandafljót. Nei, þetta ekki rétt. Ói. Og nokkru fyrir neðan þessa eyju stendur Kauptún 1. Ég á upptök undir Hofsjökli og renn til norðurs. Margar þverár falla í mig og má þar bæði nefna Svartá og Seyðisá. Undanfarin ár hafa menn unnið að því. Blanda. Þetta Blanda, já. Þetta spurningum við lengdina. Það svona lengdina. Já, lengdin 125. Skjálfandafljót væntanlega lengri á en Blanda. Já, búið að bæta við. Nú, en þeir fóru svo langt niður eftir ánni að þetta var bara 1 stig. Þá kemur 5. spurning og gefur 6 stig ef menn eru fljótir. Hver hefur sér smekk? Og svo sagaði sögða mér að þegar ég hugðist halda heim af sjónum og hverfa stund til hinnar háttsettu ástkonu minnar, þá gerði ég henni boð og ámyndi hann að þvo sér ekki. 12 ára gamall fór ég á sjóinn, horaður, smávaxinn, fölur og vesaldalegur, en hafið átti samt eftir að verða minn vettvangur og þar skóp ég mig frægð og frama, ekki með því að... Við ætlum að spá í Nelson. Þetta alveg hárið þetta, Horatio Nelson! Þetta voru 5 stig. Þetta voru 5 stig sem við fengum við þetta, svo þetta var góður endasprettur en formleg úrslit. Já, Ísfirðingar hafa unnið hér í kvöld útvarða meistaratitilinn með 33 stigum gegn 28 hjá Héraðsbúum.
Jæja, Austfirðingar láta í sér heyra og nú láta Hagyrðingar nú eigið þið alveg þögn og góða vísusjálfsett í restina. Ég ætla aðeins hérna með fyrirpartin. Já. Hér barist býsna hart, byrðir visku þróttna. Þennan fína fyrirpart hans mér létta botna. Og svo að því að við erum nú að hverfa út úr þessu, eða ég að hverfa út úr þessu núna. Það getur vel verið í bjóðið sérstaklega eins og ég gert við suma Hagyrðingarna sko. Að þá datt mér þetta, það bætt bannorð sko í þessum þáttum eins og ég hef heyrt. Já. Og það sko þó ég hætti hér þá áfram mun ég yrkja ljóðin. Yfir tímum gleðjast þjóðin, en þó ég kveði ævi alla aldrei skal nefna skalla. Guðmundur Ingi, þú rítar. Ég verð að gera það ekki. Já, þetta mjög skemmtilegt að sjá þetta bara fæðast þarna á blaðinu hjá Guðmundi Inga. Svo ein hérna. Ertu með ein á meðan, já? Já, ein á meðan hann að skrifa. Já. Vont að rata viskunar heim og vera til ábyrgðar kjörin. Það verð ég að segja ég vorkenni þeim sem vita allt nema svörin. Guðmundur Ingi, þú það bara heilt ljóð. Nei. Þetta kemur. Það verður ekki. Hann tekur sér bara sinn tíma. Þetta allt í góðu lagi. Við klippum þetta út. Guðmundur Ingi að vera búið með vísu sem nær frá Ísafirði til Egilsstaða. Já, ekki gera það. Og hún svona. Já. Ísfirðingar sigur sóttu sem ég réttan finn. Gripu þeir á góðri nóttu, galdra fenginn sinn. Það finnir við ákveð. Látum við þá lokið ljóða lestri í byrji, en þá að afhenda verðlaun. Annars eru þið, ég sé að þið komið hér færandi hendi, vestan. Ég vil fyrir hönd okkar hérna megin sem að vestan komum og sakaður höfum verið galdur, afhenda hinnum ágætu keppinautum okkar hér í kvöld, þremenningunum, Þuríði, Guðrúnu og Einari, eitt eintak hverju af fyrsta bindi af sögu Ísafjarðar sem saman hefur sett af skynsamlegu viti Jón Þótt Þór. Til handi með sigurinn. Þá eru úrslitin hér öllum kunn og nú komið í 6 liða úrslit. Við tilkynnum ekki það núna á þessari stundu hvað næsta keppni verður, en hér koma svo sigurlaun sem að ævilega hafa fyllt þessu þætti. Í næstu umferð þá breytast nú sigurlaunin líka. Það eru fyrir ykkur hér. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og Ísfirðingar, við höfum eftir að finna út hvar þið komið næst til skjalana og beitið ykkar göldrum og magnaða viti. En næsta keppni verður eftir viku og það verður rækilega auglýst hvar hún verður. Bíðu nú við, kemur vísa. Bíddu nú við. Austur á firði, áttum leið, erindum að sinna, eftir lengi. Lestu þetta bara sjálfur. Já. Bíddu. Það út af galdratalinu, þá datt þetta niður á blaðið. Austur á firði áttum leið, erindi að sinna, eftir lengi sungin seið, sigurinn að vinna. Já, það var ekki þannig. Já. Það er vegna þess að mér finnst að við vera afskiptir í þessum verðlaunaveitingum. Já. Mjög sko, og það hér til dæmis. Ekki vinnur vinsæl baga verðlaun handa mér, löngum frekar létt í maga lófaklappið er. Og svo... og misrétt við að þúnta þola. Það fá allir séð.
Ég tók því með mér 2-3 móla til að vera með. Ég myndi að draga. Þetta fyrir. Þetta fyrir kærlega. Og þarna sjáum við. Sáum við firðingana 2, austfirðingin og vestfirðingin og við vorum með þér rétta handa. Ég vil þá að draga mína tilbaka, sko. Sem ég ætlaði nú ekki að hampa neitt hérna. Ætlar að draga vísunum tilbaka? Nei, ég ætlaði að láta hann að fara svona, utan við, það er ekki best. Já. Löngum hlutu vísna vinir, viðurkenning, löngum hitti vísna vini, viðurkenning smá og þunn. Meðan konflikt kjamsa hinir kemur okkur vatn í munn. Og að svo mæltu að þá þessu þætti lokið. Næsti þáttur verður auglýstur eins og Alþingi með rökstuddri dagskrá. Þessum þætti sem sagt lokið hér og ég þakka ykkur kærlega fyrir skemmtilega og líflega stemningu. Verið sæl. Já,